Hérna höfum við gefin einhver horn og lengdir. Það sagt líka að ACD jafnarma og svo eigum við að finna 3 hliðar með stærðfræðilegri nákvæmni. Það þýðir til dæmis að ef að svarið rótin af 2, þá það bara svarið. Við reiknum ekkert upp úr því og setjum ekkert inn í reiknivél og þú veist 1,4142. Þetta ekki stærðfræðilega nákvæmt. Þetta stærðfræðilega nákvæmt. Það það sem ég verið að meina. Ok, þannig ég ætla að byrja á því að teikna og setja inn það sem ég veit. Þannig. Fyrri þríhyrningurinn með 1,90 gráður horn og hann jafnarma. Það þýðir að hliðarnar, skammhliðarnar eru jafn langar, hornin á C eru jafn stór. Seinni þríhyrningurinn, hann hefur langhliðina 6, 1 horn 30, 1 horn 90, þannig að þriðja hornið 60, setjum það bara inn. Þetta myndi þá vera svona sérstakur þríhyrningur sem við köllum 30, 60, 90 þríhyrningin og þetta reglur til að finna allar hliðarnar. Og þessi, hann hlýtur að vera með hornin 90 og svo 45, 45 af því að hann jafnarma. Og þá eru skammhliðarnar jafn langar og hornin jafn stór. Þannig að reglur sérstaka þríhyrninga eitthvað sem við þurfum nú að finna og fletta upp. Og í skóbókinni þá þessar reglur fremst í kafla 3. Allt í lagi. Hvað á ég nú að finna? Nú ég búin að teikna þetta. Ég á að finna CD. Það þessi. Og ég á að finna AC. Það þessi hérna, langhliðin. Síðan á ég að finna BC. Þá hefði ég nú kannski átt að teikna þetta aðeins betur. Þessi C. BC, þessa hlið hérna. Byrjum á 45 gráðu þríhyrninginum. Og sjáu þessa gulu reglu hérna. Ef ég veit skammhliðana A, sem reyndar sama og B, láta þær bara báðar heita A því þær eru jafnlangar, að þá get ég fundið langhliðina. En þegar ég horfa á myndina þá sé ég að ég veit ekki skammhliðarnar. Þá skulum skoða regluna fyrir hinn þríhyrningin og athuga hvort það kannski skynsamlegra að byrja þar. Og svona lítur þessi regla út. Ef ég veit að styttri skammhliðin heitir A, þá langhliðin 2 sinnum lengri. Og já, ég eftir að skrifa smá í viðbót. Sjáu þið hérna. Lengri skammhliðin stutta skammhliðin sinnum rótin af 3. Þetta semst öll reglan. Og þarna höfum við nú eitthvað til að vinna með því við vitum langhliðina. Við vitum að langhliðin 6. En passið bara að gula reglan snýr ekki eins og þríhyrningun okkar. En ef við skoðum regluna og við sjáum að við vitum langhliðina, hún 6, að þá ætti styttri skammhliðin að vera helmingurinn af því. Út af því að langhliðin 2-föld 2A, að þá líka A helmingurinn af C. Þetta segir okkur að AC já, ég hef ekki teiknað þetta rétt. Maður alltaf að teikna rétt. Þetta heitir AD. AD helmingurinn af 6. AD 3. Og B, sem þá eins og DB, A í reglunni sinnum rótin af 3. Þannig að hliðin sem við eigum að finna, DB, stutta skammhliðin sinnum rótin af 3. Og við munið að við ættum að finna svörin með stærðfræðilegri nákvæmni, þannig að þetta svarið. Ok, þá þessi þríhyrningur kominn.
Og nú getum við farið hingað að því við fundum AD, og þá vitum við núna hvað þessi hlið er löng. Hún er 3. Og DC er líka 3 af því þær eru jafn langar. Og þá þurfum við bara að finna langhliðina, AC, og reglan segir að langhliðin er skammhlið sinnum rótin af 2. Þannig að langhliðin í þessum þrýrningi er 3 sinnum rótin af 2. Skammhlið sinnum rótin af 2. Þetta er þá þessar 3 hliðar. DC, sama CD náttúrulega, AC og svo var BC. Mér finnst eins og við séum ekki búin að finna allt sem við áttum að finna. CD var komið, AC var komið og BC. Já, BC. Það er þessi hérna bútur hér. Þannig að við vitum að DC er 3, semst hingað er 3, og svo vitum við að DB er 3 sinnum rótin af 3, hingað. Þannig að BC er þá öll langa hliðin, mínus stutta hliðin hérna. Það er að segja 3 sinnum rótin af 3 mínus 3. Þetta getur alveg verið svarið. Við getum líka tekið 3 út fyrir sviga. Svona. En ég myndi bara stoppa hér. Þetta er BC. Þetta hefði ég átt að lesa dæmi betur af því að ég sagði að ég byrja alltaf að skrifa hvað veit ég og svo teikna. En hérna, það er líka gott þegar maður er búin að reikna, lesa spurninguna aftur yfir og athuga, er ég búin að svara öllu? Og þá rekum maður þessu stundum á svona einhverja klöfuvillur.